Jazz Crossstar Hybrid, splunkunýr bíl frá Honda. Það alveg verið að setja splunkuný viðmið í hönnun og efnisvali með þessum litla crossover bíl sem á örugglega eftir að vekja verðskuldaða athygli. Þessi bíl, þeir kalla hann Crossstar og hann með 15 cm hérna undir lægsta punkt, sem nokkuð gott með við svona lítið bíl. Þessi bíl á að keppa við bíla eins og nýja Yaris Cross bílinn sem kemur í væntanlega í haust. Og þetta snilldar bíl. Við sjáum hérna eins og til dæmis framrúðuna á honum. Hún mjög há hérna framrúðan og aðal bitinn hérna á milli, A-bitinn sem kallaður hann hafður svolítið aftalega, sem þýðir það að við erum alveg rosalega flottu útsýni framrúðuna á þessum bíl. Og mælaborð við hann alveg beint og slétt sem gerir útsýnið ennþá betra hérna. Nú, hann til í fjölmörgum skemmtilegum litum þessi bíl og eins og við sjáum þá þessi svolítið feskur og öðruvísi. En við ætlum aðeins að kynnast þessum bíl betur. Hér erum við með alveg prýðilegt pláss aftur í þessum bíl. En takið eftir því að það hægt að breyta þessu með örfáum handtökum sem sérstæða Honda Jazz í svona lítil sendibíl. Hér bara hægt að taka sætinu og gera alveg hellingspláss inn í bílnum. Nú, skottið í þessum bíl 300 lítrar og getur rétt ímyndað ykkur hvað hægt að stækka plássið með því að nýta skottið þá eða þá að nýta þetta pláss fyrir einhverja flutninga. Maður kemur þarna svona hjólið þarna inn eflaust. Ef við tökum síðan fótablásið hérna aftur í. Já, við erum að tala um það sætið. Það í þeirri stöðu sem ég var með það í þegar við keyrðum hérna niður til. Og það alveg yfirdrifið pláss hérna fyrir mína stóruleggi. Og ég kem fótunum vel undir sætið og maður situr gríðarlega vel í þessum bíl. Hérna alveg fínt höfuðpláss. Ég mætti bæta við mig svona alveg 10 cm á þess að finna neitt fyrir því. Og þetta bara alveg flenni gott pláss hérna aftur í. Fínt fótapláss og fínt höfuðrými hérna og hurðirnar opnast vel þannig að það auðvelt að stíga inn og út úr bílnum. Við erum að tala 300 lítra skott. Tæplega. Það þarf að fella sætið niður 40–60% hérna og við það að þá förum við upp í 1200 lítra geymslurými hérna á bakvið sem ekki lítið í svona litlum bíl. En þessi bíl alveg rosalega skemmtilegur. Það sem kannski skemmtilegast við þennan bíl að hann rúmgóður innan en nettur utan eins og við segja. Já, við erum hérna að aka Honda Jazz Crossstar Hybrid sem nýr bíl frá Honda og það alveg merkilegt hvað þessi bíl þessi litli smá jepplingur, já, sem voru komast, hvað hann lipur, hann hljóðlátur og það fer alveg sérlega vel hann í þessum bíl. Útsýnið hérna, það alveg magnað. Við erum að tala mjög háa framrúðu, flatt mælaborð og þessi A-bitar hérna svolítið aftar til þess að auka útsýni hérna til hliðana. Margir myndu segja kannski að þetta væri pínu gamaldags en þetta eykur mjög mikið útsýnið úr bílnum og gerir hann fyrir það talsvert örugglega. Nú, stýrið alveg löglétt og það nákvæmt. Þessi bíl stórað innan en nettur að utan. Efnisvala hönnun alveg til fyrirmyndar í þessum bíl. Honda hefur nánast alltaf haldið sérstöðu sinni í því að vera með flotta hönnun og kannski svolítið svona nýjar bylgjur í hönnun. Við erum til dæmis með þennan 9 tommu skjá hérna sem bara mælaborðið og það rosalega gott að horfa á þetta mælaborð og fylgjast með allir stjórntækjunum hérna. Nú síðan hérna erum við með 7 tommu svona frekar breiðan markmiðlunarskjá
sem að mjög þægilegt er að stjórna, jafnvel ef maður er á ferð, þá getur maður stillt fingurinn hérna við og stjórna þessu svona með fingrinum. Það er flott útvarp í honum, DAB útvarp og sem sagt, allt hérna fram í er alveg rosalega aðgengilegt. Mjög ánægður með það. Stýrið er svona nýtískulegt, gamaldags, það er alveg opið hérna og svona einn biti hér yfir. Stjórntækjunum er vel fyrir komið hérna í bílnum. Hérna megin erum við með sem sagt, aðgang að útvarpi og markmiðlakerfi og upplýsingakerfi bílsins. Hérna megin erum við síðan með hraðastillirinn og hann er skynvætur. Hann getur sem sagt, keyrt bílinn þannig fyrir okkur að við stillum hann bara á ákveðin hraða og hann heldur alltaf jöfnu bíli á milli bifreiðanna, sem sagt þinnar bifreiðar sem þú ert að aka og bifreiðarnar fyrir framan. Nú síðan í ofan á lag er hægt að stilla hraðastillirinn þannig að hann keyrir eftir sem sagt leyfilegum hraða því að hann er með umferðarmerkjalesara og hann veit hvað hann má keyra hratt á hverri götu. Það sem að gefa manni skemmtilega óvart er það hversu bíllinn er góður í akstri á til dæmis eins og Keflavíkurveginum. Við renndum til Keflavíkur í gær og þá vorum við með hann á þessum skynvata hraðastilli og þá finnum maður vel hversu stutt er í að bílar verði hreinlega sjálfstýrðir eða sjálfakandi því að auðvitað má maður ekki sleppa höndum að stýri en bílinn heldur mann alveg inn á akrinni og hann lætur maður vita með viðvörunarhljóði og mynd í mælaborðinu ef þú ert ekki alveg á miðju akrinnarinnar. Og þetta er alveg þrælþægilegt system og ef við tökum aðeins akstursupplifuna, hún er alveg meiri áttar vegna þess að þegar við erum að aka þessum bíl að þá virkar hybrid kerfið þannig að þú finnur aldrei að hann sé að skipta orkugjafa. Málið er nefnilega það að hann keyrir nánast alltaf á rafmagninu. Ef maður gefur bílnum inn þá tekur hann tiltölulega vel við sér. Hann er með 109 hestafla vél sem að togar 253 Nm og hann er ekki nema 9,4 sekúndur í 100 þessi bíl. Og það er svolítið nýtt í hybridbílum, finnst mér. Og ef við tökum þetta hybridkerfi þá eru 3 möguleika þar. Þú getur keyrt hann bara á rafmagni sem sagt, þegar þú ert á mjög hægri ferð. Nú, þú getur keyrt hann á sem sagt, rafmagni og með þá aðstoð bensínvélarinnar sem að framleiði þá rafmagn í litlum rafal sem að fer inn á batterið. Og svo þriðji kosturinn er sá að bara bensínvéli sjá framleiðsluna á rafmagninu og hleður þá inn á geiminn í leiðinni en það er alltaf rafmótor sem að drífur hjólin áfram. Það er þetta e-hybrid sem að Honda er að koma með nýtt og er alveg frábær kostur.